Jóðum Jóð, Sönvil gallabuxur. Taktikinn í boði Jóðum Jóð. Við höldum áfram í taktíkinni. Við vorum að fjalla líkamsræktarstöðvar fyrir hlé. Nú komið að CrossFit og ég kom með góðan gest til mín í setti frá CrossFit Akureyri. Bjarki, velkomin. Já, takk fyrir það. Þetta þessi tími ársins menn að koma tilbaka eftir sumarfrí, sumir að taka ákvörðun. Nú ætla ég að taka mig á. Hvað ber að varast? Sko, ég myndi nú segja að það væri bara helst að reyna ekki að sigra heiminn á kannski fyrstu 2 vikunum. Þú veist, mæta bara og byrja kannski bara á, hann eftir hvað hún lengi frá, en að, þú veist, byrja bara á 2, 3, mestalega 4 æfingum í viku og síðan bara hægt og rólega auka við hraðan og svoleiðis. Ekki bara ætla að taka 10 æfingur í viku og þú veist, enda bara brunnin út bara, þú veist, fyrir mánaðamót, skilur við. Já. Kosturinn mitt við CrossFit þessi grunnnámskeið sem ég bjóði upp á að þetta öðruvísi en þegar maður labbar inn í líkamsræktarstöð og kaupir sér kort. Það námskeið sem tekur á móti manni til þess að aðlaga mann þessu æfingakerfi. Já, við gerum eiginlega kröfu á það að allir iðkendur gangist undir eða fari á grunnnámskeið og það mánuður cirka, þetta eru 10 skipti og inn í því eru samt alveg æfingar, þannig að þú ert ekki bara að læra, heldur ert að læra og æfa með, skilur. Þannig að ég myndi segja bara að, þú veist, fyrir þá sem eru kannski ekki búin að vera í langri pásu, þá það bara nóg. Og síðan, þú veist, eftir það, þá kannski byrja að auka, skilur. Já, já. En það einmitt, sko, eins og með mig sjálfan, ég farið á grunnnámskeið, fer svo að lyfta áfram, en þetta kannski fyrir 2 árum síðan. Ef ég ætla að koma aftur, ég aftur að fara á grunnnámskeið? Ég myndi segja að væri bara svona þitt val. Þú veist, ef þú ert, eins og þú ert búin að vera, þú veist, að æfa annars staðar og svoleiðis, og það vil líka bara eftir hvað varst lengi. Þú veist, öllum velkomum að koma aftur á grunnnámskeið en þú veist, við þjálfararnir spottum það út ef fólk að koma, þú veist, aftur eftir einhver tíma og við svona bendum fólki á að kannski fara varlega af stað. Við erum líka með, þú veist, þessar skalanir, það sem að fólk getur, svona sem eru, fyrir þá sem eru kannski að fara, þú veist, hægt á stað og svoleiðis. Þannig að ég myndi segja að það væri bara svolítið þitt val. Akkurat. Þú kannski tekur eftir þessu, þú ert bæði að æfa og þjálfa á gólfinu, þannig að þú kannski tekur eftir þessum hóp. Þetta náttúrulega ákveðið samfélag. Já, líka bara Akureyri þetta ekkert stærsti bær á Íslandi, sko, þannig að maður veit alveg sirka hverjir flestir eru. Þó ég sé ekki að þjálfa þarna í fullri vinnu, þá ég mjög reglulega þarna. Og síðan líka fólk bara duglegt að segja bara, þú veist, ég koma aftur nýr, getur aðeins aðstofað mig og þá kannski einbyttir maður sér meira af þeim, þó maður sé auðvitað alltaf að fylgjast með öllum. Já, en inn á þessum námskeiðum hjá okkur, það líka farið inn á mataræði, þetta ekki bara æfingar. Já, við reynum svona kannski ekkert mikið, þú veist, í dag þetta orðið þannig að, þú veist, fólk á svo ótrúlega mörgum mataræðum, þú veist, við erum ekkert að segja fólki að fara á eitt sérstakt mataræði en eitt slíkt, heldur bara, þú veist, aðstoðum við að fólk, þú veist, sérstaklega spyr okkur og svoleiðis. Já. En, þú veist, þetta orðið svo mikill hafsjór í dag að, við erum ekkert að beina fólki á neitt sérstakann stað eða neitt þannig. Nei, mér kannski bara að minna á að það partur af því að taka sig á, það mataræðið þegar þú ert að fara að æfa. Já, algjörlega og líka bara, þú veist, að benda fólki á sem að koma inn í kannski æfingar eftir eitthvað mjög langt hlé, að passa að drekka nóg og þannig, sko, en við erum ekki, þú veist, með eitthvað fast mataræði sem við látum fólk taka, sko. Já. Hvernig það svona eins og fyrir þig sem þjálfara þarna? Það eru margar svona framandi æfingar. Þetta er ákveðið æfingakerfi sem þú gengur inn í en það eru æfingar eins og afsakið ensku sletturnar, muscle up og slíkar æfingar sem eru flóknar, teknískar. Hvernig kennir maður svona æfingar? Ef við tökum bara muscle up sem dæmi þá, þú veist, það geta kannski, hvað að segja, bara einhvern smá partur á stöðinni gert muscle up og hefur bara líkamlegan styrk í það. En það allt í góðu. Ef það myndi enda þannig að það væri í æfingu dagsins, þá alltaf hægt að gera eitthvað annað í staðinn. Og við erum líka, þú veist, fyrir þá sem vilja og ef það þá bendum við fólki á, þú veist, hvernig getur þú styrkt vöðvarna sem þú notar til að gera muscle up. Þannig að, þú veist, þetta ekki þannig að það þurfa bara allir að kunna allt, þú veist, þetta bara, já, og þú veist, þetta eru bara skref sem eru tekin til að læra þetta, skilur. Þetta bara, já, eins og ég segi, þú veist. Við höfum verið með, það alltaf svolítið síðan, við höfum verið með svona kennslu á hvernig á að gera þessar flóknu fimleikaæfingar og þá snýst þetta bara það að styrkja þessi litlu vöðva og þjálfa okkur hvernig við, skref fyrir skref, hvernig við gerum það. Akkurat.
Nú eru games búin að vera mikið í umræðinni, nýafstaðið. Finnið þið mikið fyrir því þegar að svona stórt mót í CrossFit? Er fólk að koma meira til ykkar þá? Já, maður heyrir það líka bara frá vinum og vandamönnum sem að jafnvel aldrei verið í CrossFit að þau svona spyrja mann, þú veist, hvenær á maður að byrja og hvenær er grunnnámskeið og eitthvað svona. Og þú veist, það er fullt af fólki sem hefur aldrei stigið inn í CrossFit-stöð sem fylgist alltaf með games og þekkir alla Katrín Tönju og þetta fólk allt sko. En þú veist, ég held að séu miklu fleiri sem að svona vilji byrja heldur en sem segja kannski ekki vilja en svona innst inni vilja svona pínu pröfa þetta sko. Já, en það er einmitt, þið finnið þá fyrir því að öll þessi sjónvarpsumfjöllun, hún hjálpar ykkur? Já, bara alveg klárlega sko. Mér finnst líka bara eins og í ár þá þetta hitti nú á Verslunarmannahelgina, þá var Stöð Sport að sýna þetta í fyrsta sinn og var mikið af fólki sem fylgdist þar með og þar voru íslenskir lýsendur og ég myndi segja að þetta sé alltaf að stækka sko, aukast áhuga á games allavega. En ég sem áhorfandi á þetta horfi, á ekki bara að fara að slá til, fara í þetta og reyna að keppa. Er það raunhæft markmið? Sko, ég myndi segja að allir sem vilja geta keppt, en það er bara spurningin á hversu háu leveli ef ég sletti að þú vilt keppa. Ég meina, við erum með mót hérna á Íslandi, við erum með þrekmótaröðina sem er mjög skemmtilegt mót til að keppa á. Við erum með hleðslumótið sem er einmitt núna í september hjá okkur í CFA. Þar er hægt að keppa bæði í RX-flokki og sköluðum og það er líka aldursskipt, þannig að það er til dæmis tilvalið til að keppa. En ef þú vilt komast á games bara sem einstaklingur þá er það náttúrulega kannski ekki alveg fyrir hvern sem en það er alveg, þið sjáu bara eins og Ragnheiði Söru, ég meina hún kom bara beint úr sófanum og byrjaði að æfa á fullu og endaði á games, skilur. Þetta er alveg ótrúlega hvað fólk getur gert þegar það leggur sig fram, sko. Akkurat, en lykillinn er að leggja sig fram, þetta er mjög tímafrekt, það er mikið að vinna sem hefur farið í þessa keppni sem við erum að horfa á games. Já, ég meina þetta fólk sem þú veist, það er bara eins og með aðrar afreksíþróttir, ég meina að bestu fótboltamennirnir eru, þú veist, það sem lögðu sig mikið framskilur og það er eins með crossfitið, þú ert bara, þú veist, þið þú ert að æfa lágmarki 2 á dag myndi ég segja og með undir leiðsögn þjálfara til að ná þetta langt, sko, en ég myndi segja að, þú veist, að fyrir nánast hvern sem þá eru mót fyrir þig einhvers staðar, jafnvel erlendis, sem að, þú veist, er raunhæft fyrir þig að komast á, skilur. Já, þetta er góð samlíking, þetta er svolítið eins og að ætla að fara að æfa fótbolta og stefna á landsliðið strax, en það er líka utandeild sem ég get byrjað í. Akkurat, það er nákvæmlega málið og það er líka, þú veist, þessi mót erlendis sem að, þú veist, það er einmitt núna í september er mót á Kýpur sem að nokkur hérna frá Akureyri að fara að keppa á, sem að komast í gegnum undankeppni og það er til dæmis bara frábær vettvangur fyrir fólk sem hefði kannski aldrei ekki komast í games núna, skilur við. Já. En ef við hugsum bara þig sjálfan, þú ert þjálfari þarna upp í CrossFit, ert þú að keppa eitthvað? Ég hef reynt að keppa bara á mótum sem hafa verið í boði hérna á Íslandi, en ég mér langar að reyna að keppa eitthvað meira erlendis og svoleiðis, en bara eftir að koma mér í það, sko. Það er líka alltaf að aukast þessi mót. Og það er náttúrulega orðið eitt risastórt hérna á Íslandi sem ég var mjög til að keppa á. Það er hérna Reykjavík CrossFit Championships sem var í maí. Já. Og ég klárlega stefna á það að keppa meira. En þjálfunin, sko, varstu með einhvern bakgrunn í þjálfun þegar þú byrjaðir að þjálfa CrossFit? Nei, ég í rauninni kem eins og hver annar af grunnnámskeiði og bara hafði rosalega gaman og ég fekk bara rosalega áhuga á sportinu bara mjög fljótt, þannig að ég fann það fljótt að ég fann það að ég myndi vilja einhvern tímann þjálfa og bara fór og sótti mig fróðleik og sótti þjálfaranámskeið og annað. Og þetta er algjörlega gert bara gríðarlegum áhuga, sko. En það er einmitt líka það sem maður sér að þjálfarinn, hann fór líka gennum grunnnámskeiðið alveg eins og maður sjálfur og það gefur manni þessa fyrirmynd eitthvað til þess að stefna að. Já, ég myndi segja það. Það er líka alveg nokkrir búin að leita til mín og spyrja svona, þú veist, hvaða leið ég frá þessu og ég er náttúrulega bara bent þeim á það eru þessi þjálfaranámskeið og eins og ég segi, ég held líka bara ef þú hefur ótrúlega gaman að einhverju þá ertu betri í því og betri að miðla frá þér reynslu, skilur við. Aldurinn sem hjá ykkur, hvaða aldursbil spannar CrossFit? Ég myndi segja að væri eiginlega bara frá ég man ekki hvað yngstu eru, 11 ára eitthvað svoleiðis og alveg upp í bara, við erum með 77 ára iðkanda hjá okkur og hann mætir okkur einasta morgni kl. 6. Vel gert. Og þannig að ég myndi segja að væri bara hver sem geta æft og það er að góða við CrossFit að, þú veist,
þetta er ekki bara, þú veist, það er ekki allir bara eins og Katrín Tanja að gera þannig æfingar, heldur þú veist, það er æfing dagsins og það er hægt að skala hana bara eins og bara hvernig sem bæði hægt að fækka endurtekningum, lækka þyngdir, breyta æfingum og það er eins bara líka að þú ert með meiðsli einhvers staðar, öxl einhvers staðar, þá getur þú talað við þjálfarann og hann getur bara breytt æfingunni fyrir þig sem bara hentar að þér. Akkurat. Og í staðinn, skilur, ertu með öllum hinum iðkendunum og þú veist, við erum að æfa saman, þú sem að gera kannski ekki alveg sömu æfinguna. Það er rétt að hafa þetta mitt í huga, þessa sköluna, því að þegar ég kom þarna inn, maður var búinn að vera í líkamsrækt á fullu áður og maður hélt að þetta væri nú ekkert svo mikið mál að bæta þessu við, en þetta er bara allt annað æfingakerfi og maður þarf að venjast í og gefa því tíma í raun sama hvaða bakgrunn maður er með. Já, ég myndi segja að þeir sem að koma úr öðrum íþróttum, að þeir flaska oft á því að halda að þeir geti bara byrjað upp á topp, skilur. Ég held að þeir sem koma úr, þeir sem kom með það hugafara að þetta er nýtt sport fyrir þeim, þó að þessu lyftingar og móti lyftingum, að þeir ná yfirleitt mestum árangri og það borgar sig að byrja bara rólega og vinna upp hraðan hægt og rólega. Ég myndi að það er alveg bara, ég get alveg votta fyrir það. Fyrir þig, hvað er svona skemmtilegast við að mæta á crossfit-æfingu? Ég elska fjölbreytnina sem fylgir crossfit. Mér finnst gaman að lyfta og hlaupa og allt þetta og síðan er það auðvitað félagskapurinn líka. Það er ótrúlega góður andi í stöðinni og þú veist, þetta er fólk sem að, þú hefði kannski aldrei kynnst, hefur ekki mætt á æfingar þarna. Og já, ég myndi segja það, bæði bara fjölbreytnin á æfingum og líka bara fólkið sjálft, sko. Þannig að þið eru ákveðið samfélagi, eru það að gera eitthvað mikið fyrir utanæfingar? Við mættum alveg vera duglegir að því núna, það er náttúrulega kannski líka búið að vera sumar og fólk á ferð og flugi, sko. En já, við höfum alveg í gegnum tíðina verið frekar duglegir að því. Já. Að fara í fjallgöngu til dæmis núna upp á Vaðlaheiði bara fyrir, mánuði síðan og svo er alltaf auðvitað árshátíð og fleira, sko. Við höfum verið líka með svona lyftingakvöld nokkrum sinnum. Tekið bara panta pítsu og síðan bara reynt að ná, þú veist, one rep max í backpressu og hnébeygju og öðru. Þannig já, við höfum alveg klárlega verið að reyna að gera það. Já, akkurat. En eins og með þessar æfingar þegar ég mætti þarna það sem var að bætast við frá kannski líkamsræktinni, þessi áhersla á að rúlla og teygja og liðleikinn, hann skiptir gríðarlega miklu máli í ykkur. Já, ég myndi segja það. Ég meina, eins og í ólympísku lyftunum, þá gengur ekkert upp að vera styrður. Ef einhver þekki það, þá var það ég, að maður þarf að vinna upp liðleikann og það er líka góða við crossfit að það er hollt fyrir mann að vera með þennan liðleika. Ef þú ert mjög styrður og eitthvað, það getur haft slæm áhrif á stoðkerfið og annað. Þannig að bara lyfta myndi ég segja væri ekkert voðalega hollt endilega, sko. Já. Þannig komið liðleikann, þú komið lyftingarnar, hlaupin, maður sé sundið meira þess að líka? Já, það er bara, ég held að ekki verið, það er alltaf sund og games og bara mjög víða á mótum. Vantar bara sundlaug í CrossFit Akureyri í salinn. Verður það ekki bara næsta árum? Jú, ég var til í það, sko. Nei, þetta er náttúrulega bara sund, er náttúrulega bara frábær æfing, fyrst og fremst. En er hægt að koma og prófa hjá okkur? Já, við höfum verið það er ekkert mál að fá að koma og prófa og við erum náttúrulega með þessi grunnnámskeið og ég myndi hvetja sérstaklega þá sem hafa ekki reynslu úr öðrum lyftingum og svoleiðis að mæta á það og jafnvel hina líka því að, þú veist, ég myndi segja bara að vera með grunninn góðan, það, þú veist, mun skila það lengra í staðinn fyrir að kannski mæta inn og þetta er kannski svolítið svona, gæti verið ókveikjandi fyrir suma fyrst, en á grunnnámskeiðinu er svolítið svona haldið utan um þig og í svona þéttum hóp og síðan svona er þið sleppt inn í salinn, fattarðu? Já. Þannig að, jú, alltaf þetta var að prófa og ég hvet bara fólk til að hafa samband og við aðlögum hlutina af hverjum og einum. Vera með grunninn góðan og byggja á hann. Algjörlega. Lokaorðin hjá okkur. Tíminn floginn frá okkur, Bjarki, takk hérlega fyrir komuna í þáttinn og takk áhorfendur fyrir áhorfið í þessum 50. þætti af Taktíkinni. Við höldum ótrúlega áfram, nýr þáttur í næstu viku. Haustið er lent hjá Joe's. Taktíkinn er í boði Joe's.